Komið sæl, góðan daginn, verið velkomin í svokallað helgispjall sem hérna helgar hjá okkur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, söngvaskáld sem söngkona, tónlistarkona Ólöf Arnalds. Góði sæl. Velkomin og takk fyrir að koma. Mín ánægin. Í þennan litla lestarklefu okkar og við ætlum að bruna eitthvað út í óvissuna. Það hljóma vel. Þú varst til í svoleiðisspjall. Já, alveg. Þetta svona meira ég treysti þér, skilur. Já, takk fyrir það. Þetta svona meira persónulegu nótunum. Þannig að spurningin þessi hvort að við byrjum bara á nútíðinni, hvar þú ert stödd núna, tónlistarlega séð og svoleiðis, eða hvort við bara vind okkur í það í minninguna, þína minningar sönginn og hvernig þú byrjar að syngja og svoleiðis, æskuna alveg. Já, ég held þú sért bara með þetta. Við byrjum bara á nútíðinni, Já, ok. Svo skutlum við okkur alveg lengst aftur, Já, ég held að það getur verið flott og svo einhvern veginn drögum við þetta svona til okkar. Þú ert vön að búa til prógram líka, þannig að... Já, ég hef einhverja reynslu í því. Hver þá staðan í dag? Hvað að frétta? Já, það sem að frétta að ég búin að klára mixa og mastera nýja plötu sem heitir Spíra og hún kemur út 5. desember næstkomandi. Ég þarf að bíða svolítið, það svona langt að bíða? Já, svolítið langt að bíða, svolítið, reynir svolítið á, sérstaklega því að hún var líka hópfjármögnuð platan og þannig ég veit að fólki sem að laðinni lið það býður líka. Okay. En ég komst að mála hjá mjög góðu plötufyrirtæki sem heitir Bella Union og svona alþjóðlegt plötufyrirtæki og í kjölfarið á COVID þá hefur verið svolítið mikið að því að fólk gat ekki túrað meðan COVID var að þá svona holskefla af útgáfum í kjölfarið og hún ennþá alveg í hámælum. Þannig að það bara röð? Ja, það bara röð. Ég bara lendi þarna í röðinni hjá þessu útgáfufyrirtæki en ég sá samt hagminn og enstan í því að vera hjá þeim verðan að ég vil ekki út alþjóðlega. Ok. En þú hefur nú túrað alveg heiminn, náttúrulega byrjaðir með Múm og þið túruði í mörg ár, var það ekki? Jú, einhver 4-5 ár sem ég túraði með þeim bara gerði alla Evrópu og Ástralíu og Bandaríkin, Japan, Tævan, bara við fórum bara út allt, Ég sá ykkur einhvern í New York og maður vissi alveg að þið væru dálítið fræg en maður átti að sig á því að vera einhvern veginn í útlöndum og horfa á Íslandsband, hvað þið voruð heimsfræg á einhverjum tíma, eða ekki? Akkurat, að það fór kannski ekki hátt heima. Miðað við hvað mikill völlur á þessu bandi á þessum tíma, En svo ferðu út í sólóið? Já, svo fer ég bara út í sólóið. Ég bara ég fór eiginlega fyrst að vinna með Skúla Sverrissyni, manni mínum, í dag. Já. Og það var platan Sería sem að hann bjó til og ég átti mjög svona stóran þátt í. Og þar sem ég byrjaði að semja ljóð og syngja mín eigin ljóð. Já, er það platan sem með svona gulri neonstjörnu svona? Já, hún svona hvít með gulri neonstjörnu. Það svo gott að skauta við þessa tónlist. Ég baði fólki í skautahöllunum að setja hann á repeat þennan disk og það fannst öllum eiginlega virtist vera í skautahöllunni gott að skauta við þessa tónlist. En fallegt, það frábært að heyra. Það já, það einhver svona það eitthvað frelsi í þessari tónlist sem hann býr til sem að fólk finnur eitthvað svona space fyrir sig. Hann eiginlega býr til svolítið, eða hann kemur með til Íslands svolítið nýja tegund af tónlist og eiginlega hugsun það hvað tónlist á að gera það svoleiðis, það ekki? Jú, að mörgu leyti eða þú veist, en samt var þetta voðalega náttúrulega bara mikið samkrull hjá honum og mér og við vorum þarna líka
Hildur Guðnadóttir var að spila með honum líka og hérna Jóhann Jóhannsson og fleiri, þannig að við vorum bara búið mikið að pæla í einhverju svona einhverju nýri nálgun. En allavega þá ég uppgötaði svona í gegnum þetta að vera að vinna með honum og þá svona fattaði ég svona ég gæti verið sönguskáld. Ég hefði alveg verið í unglingahljómsveitum. Ég var í unglingahljómsveitinni Mósaík með Benna Hemhem og Guðrúnu Dalju Salómonsdóttur og fleirum góðum. Og við vorum svona að spila á mörgum sömu tónleikum eins og Sigurrós þegar þeir voru strákarnir með síðahárið sem spiluðu löngulögin. Þannig að það var svona, ég ætli falli, ég misti aðeins hérna þráðin. Já, við erum alveg komin strax út úr prógraminu sem við settum okkur að því að það er svo spennandi. Þessi þráður er svo spennandi, það er þessi sena þarna sem þú upplifir, þegar þú ert að spila á tónleikum bara í Reykjavík, bara, þú veist, það voru svo oft rocktónleikar eða... Já, og bara svo fín mæting líka. Það var ekkert svona margt við að vera heima á þessum tíma. Þannig að, þú veist, krakkar voru bara ungt fólk, var bara ótrúlega til í að vera á einhverjum tónleikum og hlusta á oft margar hljómsveitir eins og í Tjarnarbíói til dæmis man ég mjög vel. Það voru svona alls konar hljómsveitir sem að og í raun og veru bara svona einhver svona hópur af hljómsveitum sem róturuðu svona sem að voru ofta að koma fram saman og svona. Já, og fjallaði mitt svolítið það, eða ekki fjallaði það en það snýrist svolítið að koma saman, er það ekki? Og gera eitthvað saman og svona spontant, er það ekki? Gera eitthvað. Þannig að þegar, og kannski Skúli hefur það frá New York á svolítið annan hátt, er það ekki? Þannig að þegar þið hittist, þá eru þið með svona bæði þetta mikilvægi þess að einhvern veginn tónlistin sé gjörningur líka og sé svona eins og spuni eða þannig, samvera ykkar skipti máli. Jú, í raun og veru eða þú veist, líka bara það sem gerist hjá okkur var bara að við áttum þetta svolítið sameiginlegt að vera til í að kafa svolítið djúpt og fara í svona leit að einhverju sándi eða leita að einhverju nýju eða leita ljóði en þetta allavega svona, þetta gaf mér svona þessi samvinna við hann gaf mér svolítið svona sjálfstraust til þess að fara að gera mitt eigið og svo gerði ég bara plötuna mína fyrstu við og svo bara kortir eftir að hún kom út þá var ég ólétt þannig að það var svona mjög margt sem gerist í lífinu á sama tíma. Það er nú oft hannig sko, já. Svolítið svona hleðsla. Já. Ef þú lítur tilbaka mitt á þennan tíma er þetta, þú veist, hljómsveitatíminn og þegar þú ert síðan byrjuð að gera þitt eigið efni, ert samt eitthvað ennþá er það ekki inni í sumum hljómsveitum og í samvinnu? Nei, ég gekk bara ég fór bara hring bæinn á einum degi og bara hætti í bara einhverjum 6 hljómsveitum. Já, varstu 6 hljómsveitum? Sko, ég þór ekki að hengja mig upp á að það hafi verið akkurat talið 6 en ég man allavega það gerist bara svona rosalega hratt. Ég var að spila með mörgum ólíkum böndum sem ýmist sem svona lykilmeðlumur eða svona hired gun og ég bara lokaði þetta allt bara samtímis og fór svo einbeita mér að mínu og sem var ótrúlega skemmtilegt. Það var svona eins og maður verið svolítið að taka powerið sitt. Og svo varstu ólétt þá? Svo var ég ólétt bara þá, sko. Já. Þannig að þú kannski ertu með svoleiðis hugsun eða þannig, þið finnst betra að hafa svona skýr kaflaskil og þannig að það hefur kannski verið aðeins trublandi þegar þú ætlaðir að einbeita þér að kannski svolítið trublandi að vera líka þá móðir og listakona eða hvað? Já, ég var reyndar ekki ólétt fyrir en eftir ég var búin að losa mig úr hljómsveitunum öllum og búin að búa til mína eigin plötu og þetta var svona einhver fókus. Ég var raun og veru aldrei að hugsa það en þetta er svolítið skemmtilegt að svo ef ég orðið ólétt beint í kjölfarið. En þetta er aldrei fyndið bara núna þegar við erum að tala þetta að því að svo
fór ég að gefa út, skipti ég útgáfu fyrirtæki og fór að gefa út alþjóðlega og þá var ég, á þeim tíma þá var ég bara, já að því að ég og barnsfaðir minn, okkar leiðir skildu og þá var ég bara svona þegar það var sem mest að gera og þegar ég var að vekja hvað mesta athygli erlendis, að þá var ég sko með bara lítið barn heima, annars vegar sko helmingina tímanum og hinn helmingina tímanum að túra alveg eins og brjálæðingur. Og mér er mjög minnistægt að ég man að, heitir hún ekki, Ragnhildur Steinun. Já, í sjónvarpinu. Í sjónvarpinu. Hún hafði samband við mig og hafði áhuga að ég væri hluti af þættinum Ísfólkið held ég að heiti. Já, Ísfólkið. Það var svona þáttur svona ungt fólk sem hefur að gera það gott. Já. Hún svona já og ég segi já og hvernig virkar þessi þáttur? Já, við erum svona skyggnast inn í líf listafólks og ég sagði bara, ég var bara líf, hvaða líf? Ég einhvern veginn kannast ekki alveg við það að eiga minnit líf. Ekki að þessi ekki yndislegt að vera alveg lítinn dreng, en þetta var bara svolítið mikið og svolítið erfitt. Og tókstur þetta bara auðvitað sem margar konur lenda í að það er akkurat þessi á þessum sama tíma og kannski allt í einu þarft að fylgja eftir einhverjum verkum eða eins og listakonur. Já. Þarft að fylgja eftir að búa til einhvern frama eða svoleiðis, byggjum einhvern frama. Já, en minna þetta co-parenting model virkaði í raun og veru alveg fullkomlega fyrir mig. Okay. Af því þá gæti ég farið út að spila. Það hefði verið miklu flóknara ef það hefði ekki verið þannig. Já. Þannig að En er ekki svakalega krefjandi, sko, við skulum ekki fara út í móðurhlutverki hvað það er krefjandi, en það að vera verða svona eins og þú varðst svona nett heimsfræg og þetta byggðir, Múm var búið að vera dálítið svona túra eins og frægt band, en svo færð þú samt mikinn eins og í Ísfólkinu, þú ert þess að gera það mjög gott á erlendri grundu. Er það ekki pínu álag að svona halda því einhvern veginn við eða fara inn í það verkefni? Jú, náttúrulega ég var líka vegna þess að ég að því að tónlistin mín er ekki allra, hún er bara sumra og þannig að hún hefur aldrei verið kannski til þess fallin að fylla neitt mjög stóra sali, þannig að ég kannski var ekki það var ekkert mikið kannski sem stóð eftir þegar maður kom heim, sko, þú veist, bara eftir allan kostnað og svoleiðis. Nei. Þannig að þetta var svona, þú veist, og mér hefur oft verið hugsað það reynda líka, sko, að það er oft, sko, þegar fólk, mér finnst það svolítið svona, ekki ég sé að segja að það hafi eitthvað komið fyrir mig, en ég hef bara séð samt svona ákveðið pattern oft með, sem sagt, ungt fólk sem er að koma fram á sjónarsviðið og það fær mikið af styrkjum, mikið af velunum, mikið af tækifærum og því rampa mjög. Og svo svona er eins og oft kannski, þú veist, er þetta bara, það talað þetta í svona startup bransanum. Þá er talað sko ungbarnadauða fyrirtækja. Þú veist að eitthvað sem sko sprettur fram og er að virka, svo vantar bara svona rétt herslumunin til þess að það sko nái svo að svona finna algjöra kjölfestu eða þeir sem eru að standa að því ná að koma orðsinni fyrir borð, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er ekki sko eins og ég segi, þegar ég segi þetta þá er þetta ekkert, sko, ég er bara mjög þakklátt fyrir allt sem ég hef fengið og alla þá möguleika og alla þá möguleika sem ég bara hef og þau tækifæri sem ég hef fengið að njóta, þannig að það er en mér er þetta bara svona kom einhvern veginn upp úr sinninu. Já, þú hefur bara reynt þetta sem margir hafa reynt, að þetta er
þetta ekki bara einfalt mál að bara meika það og fara út og vera á sviði og ná tengslum við áhorfendurna og svoleiðis, það ekki nóg, það allt þetta í kring og raunverulega þessi langa vegferð. En getur lýst fyrir okkur sem við höfum ekki okkur hinum sem ekki við höfum ekki staðið á sviði skilurðu með svona fólk sem þú ert með heilan sal sem með þér. Já. Og svo ertu með tónlistina. Getur þú lýst eitthvað þessari tilfinningu sko þegar þessi tengsl myndast þarna? Fallegt þú spyrjir, þannig að ég verð að segja sko að ég upplifi þennan stað, þetta að vera að koma fram fyrir fram bara á sviði, að ég upplifi það sem svona algjört svona safe haven. Mér líður mjög öruggri á þessum stað. Mér finnst eins og ég geti ekki gert nein mistök eða ef ég gerir mistök þá sé það allt í lagi. Mér líður svona eins og ég sé, sko, þetta einhver staður sem að mér líður alveg svona mjög öruggri á. Ég veit ekki hvort þú kannist við þetta. Jú, sko, þetta verður í útsendingunni og það ekkert aftur snúið. Þú verður bara þú verður bara standa í lappirnar og gera það sem þú ert að gera. Það eitthvað svakalega ánægulegt sko, að vera komin inn í aðstæðunar, en oft kvíðin á undan og vesenið að koma sér kannski á staðin eða eitthvað svoleiðis og svo vesenið á eftir getur verið ímyndað sér, þú veist, að taka niður alla græðunar og rótir og koma sér á næsta stað, en þetta augnablik þarna það sem þú ert bara á sviðinu. Þetta augnablik sem að maður að leggja þetta allt á sig fyrir. Þú veist, maður að ferðast til Ástralíu og maður að spila tónleika þar. Maður að sitja í flugvél í, ég veit ekki hvað marga klukkutíma en svo bara þetta mómenta sem þú ert, á sviðinu og hefur eitthvað að segja og hefur eitthvað að gefa og vill líka taka móti sko, og eiga þessi andlegu mög við áhorfendur. Og það svoleiðis, maður hefur náttúrulega heyrt sko leikara sko lýsaði kannski hvað skýrast, hvað munur á áhorfendum, þú veist, þeir finna fyrir salnum, það ekki? Jú, hann getur bara verið mjög ólíkur. Það ekkert svona það bara mjög, mjög ólíkt sko frá tónleikum til tónleika hvað að virka og hvað ekki að virka. Og hefur það komið fyrir því að þú áttir á og að það eitthvað sem ekki að virka? Já. Og getur þá eins og þá ferði ekkert í panik eða svoleiðis, að þú ert í örygginu og þá bara spilar með það En svo þetta líka bara mjög psikológist sko, menna maður getur líka oft stundum einhverju tónlingar þar sem mann líður eins og maður sé bara að ýta vörubíl upp brekku og svo kemur einhver tíma sem segir bara, vá, þetta bara bestu tónlingar sem ég hef séð með þér. Þannig að auðvitað þetta ekkert þannig að það ekkert eitthvað eins og það sé eitthvað, maður getur eitthvað lagt eitthvað kalt mat á salin. Það ekki bylst þannig. Nei. En þetta eitthvað svona eitthvað sem þú vilt ekki vera án, það ekki nóg fyrir þig að gefa út, taka upp í stúdíói, vera jafnvel í samvinnu við annað listafólk, taka síðan upp og setja það á veitur eða á einhvern miðildisk á vínil og svoleiðis. Þér finnst þetta að fylgja því eftir og halda tónleika, finnst þér það vera svona stór hlut af bara þessu? Já, ég brenn fyrir því, en þess að þar ég líka, ég ekki sko því ég að koma fram á tónleikum þá ég ekki bara að spila lög eftir mig, ég líka að túlka lög eftir aðra og ég hef aldrei einhvern veginn verið eitthvað föst í því að spila bara lögin á plötinu sem var að koma út og ef ég í miklu stuði þá ég ekki einu svona með eitt settlista og spila ég bara það sem mér dettur í hug en eini vandi sem ég lendi í samfélagi við þetta mjög andstæður þeim vanda sem margir lenda í sem sem sagt að fólk lendir svo oft í því að spila of lengi. Ég lendi hins vegar í því að spila of stutt. En þá ertu nú klöppuð upp? Nei, sko bara að því oft maður samningsbundin, maður kannski að spila á festivali og þú ert kannski samningsbundin að spila í hálftíma og svo bara líður mér einhvern veginn bara eftir 20 mínútur bara
já, nú er ég búin að segja allt sem ég hef að segja við þennan hóp og þá þarf kannski að senda mig aftur inn á sviði, þannig ég þurfti að fara að nota svona, að ég notaði svona klukku, þú veist, sem er svona Já, með rauðu og grænu. Já, sem Vegna maður þess að ég telur svo- niður, að maður Maður sér sér hvað bara er mikið tímann. tíma eftir, já. Já, það virkar vel fyrir mig, þannig að ég er talnablind og ekki mjög svona með bara ekkert tímaskinn. Bara whatsoever. Þannig að, Kannast við það. já, Eða sko, kannski eitthvað tímaskinn, en Heiða vinkonu mín heitin, við vorum báðar svolítið, áttum við erfiðleikum með tímamörk sko í skólamanni og hún var á því að við okkar klukka væri tengd við tunglið sko, ekki sólina, heldur bara, það væri bara eitthvað, það er eitthvað tímaskinn og það er eitthvað með einn öðruvísi. Svona. já. Það er einhver taktur náttúrulega þegar þú skynjar að þú ert búin að eiginlega kjarna eða þú ert búin eiginlega að gefa það sem þú hefur verið að gefa og það er á 20 mínútum. Ég meina það er örugglega bara hár nákvæmt og gott tímaskinn. Jú, það er alveg rétt. Meina, maður er náttúrulega alltaf að eldast við eitthvað svona, eða allavega einhverju tálsýnum eitthvað gullinsnið, sko. Svona að maður ná í einhverjum svona, ná að byggja eitthvað upp og ná einhverjum hápunkti og svo svona fara mjúklega út úr því, sko. Þetta er svona það er einhver svona kurva. Þannig að, já, sem er mjög skemmtilegt að pæla í, sko. En það sem er svolítið gaman á tónleikum, ég hef verið á tónleikum með þér, þá ertu svona eins og að segja manni, þú myndar svona eiginlega eins og persónuleg tengsl við mann líður svona eins og þú sért eiginlega að segja manni svona leyndamál bara og textarnir skipta mjög miklu máli, Já. sko melódíurnar náttúrulega og söngurinn og flutningurinn, en textarnir eru mjög þú ert svona talar beint til manns, þú semur svona þína texta sjálfur ekki, það er Jú. þannig að þú ert ljóðskáld líka. Já, í raun og veru, ég fekk mér þess að vera með í ljóðum og vinum daginn. Mér varst það mjög mikill heiður að fá að koma fram og lesa ljóðin mín. Í mengi. Já, mér varst það svolítið skemmtilegt. Bara að Hver á munurinn, fannst þér? ekkert eitthvað svo mikill. Það var svona, ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við hendurnar á mér, því ég er yfirleitt vön því að þær séu tjóðraðar við gítarinn. En mér leið svona bara meira sem ég væri að syngja a cappella eða það var svona, það var mjög áhugavert, en ég reyndi að velja ljóð sem er mjög hégómlegt af mér, en ég reyndi að velja ljóð sem voru ekki með miklu rými, af því að ég var svona vona að það myndi kannski svona passa betur inn í þetta samhengi. Já, rím, sko endarými. Endarými, já, og stuðlum og svona. Já, dóti. reyndir að vera dálítið atóm. Ég var svona aðeins að reyna að vera svona aðeins meira flæðandi. Til að passa inn í ljóðskaldahópin. Já, til að passa inn í ljóðskaldahópin, þannig ég væri ekki bara svona eins og, já, hvað heitir þetta? Þetta hljómaði ekki eins og einhver leirburður hjá mér. Og hvernig voru móttökurnar svona hjá hinum skaldunum? Bara mjög góðar. Bara mjög góðar. En að því þú talar þetta gullinsnið og þessar umverulega einhvers konar formhugsun og sem oft fer kannski út í einhvers konar fullkomnunar áráttu eða þannig, þessu hugsun að eitthvað svona fullkomin ryþma eða svo leiðis, þú veist, og reyna að bæta sig, sko, ef við þá að vinda okkur aftur í æskuna, fyrst þetta er helgispjall, sko, þar að segja, manst eitthvað eftir, er þetta eitthvað sem þú ert alin upp við eða er þetta bara í þinni sál, fyrst þér svona meðfætt? Ég held að þetta sé bland beggja. Já, ég var allavega ég veit að það er algjör klísja að vera eitthvað svona að segja að ég hef eitthvað verið farin að syngja þegar ég byrjaði að tala, en það var samt þannig. Og það var til einhverju upptaka af mér, sko, 2 ára að syngja Hansi húkkan mín. Sem að og það var alveg alla nóturnar að þetta er ekki einföld melódía, sko. Hún fer þetta rauð og kjólinn blár. Hún fer svona svolítið, hún er ekkert einföld, en hún var alveg, ég var alveg með hann upp á 10, sko, pínlítil.
og svo var ég líka bara ef það komu gestir heim, það var bara nóg að vera komin 3 í stofuna sko, þá þurfti ég alltaf að standa upp á stól og syngja. Varstu beðin það eða vildur það sjálf? Ég vildi það sko, Já. ég þurfti það sjálf. Þannig að þú fengið svona þú fundið strax í barn að þetta var eitthvað sem var eitthvað sem þú hafði fram að færa og fegst góðar viðtökur. Góða viðtökur Já. fyrir, já, akkurat. Og mikið hrós svona í skólanum líka og var alltaf svona uppáhald tónmenntakennarana og svona. En svo uppeldislega þá móður mín mjög músikalsk sko, alveg svakalega. Og hún söng alveg ótrúlega mikið með okkur og rödduðum líka rosalega mikið og þá náttúrulega lærir maður lærir svo mikið í hljómfræði bara á því. Rödduðu þá systurnar og mæðgurnar sem sagt? Já, mæðgurnar, ég og 2 systur og við sungum bara rosa mikið sko. Bara í svona bílferðum út á land og svona, þá vorum við bara, og sem að ég held að hafi bara verið bara frábær tónlistaskóli fyrir mig, vegna þess að ég sko, út af því ég með þessa talnablindu og þá líka, þó ég hafi verið í klassísku tónlistanámi og þá hafa sagt, nótur alltaf reynst mér erfiðar og þannig að ég var til dæmis svona þegar ég var komin lengra þegar ég var komin upp í Tónó eða tónlistaskólinn í Reykjavík sko 16, 17, 18 ára og þá sko var ég að falla á hljómfræðiprófum en gat samt spila með hvaða lagi sem var í útvarpinu þótt ég ekki heyrt áður. Þú veist, þannig að það var svona já, ég svona eitthvað misþroska eða eitthvað ekki alveg með svona sama það var ekki já, ég er bara með ákveðnar takmarkanir sem ég er með ennþá sem ég hef ekki náð að brjóta út úr sem ég held samt að séu styrkur minn í dag, sko. Þú veist, að því að þú ert að vinna með takmarkanir og það er eitthvað sem heyri fyrir þér og það er erfitt einhvern veginn og það er erfitt að ná því fram og þá er það svo gaman þú veist. En þetta nú skemmtilegt að orða svona eitthvað sem, að því maður segir alltaf sérð, eitthvað sem þú sérð fyrir þér, að þú segir þú heyrir fyrir þér, þá er þetta þú svona heyrir óminn eða eitthvað svoleiðis, þú heyrir svona óljóst óminn af einhverju eða heyrir það skýrt og er það ég sé það og heyri, ég sé líka tónlist, sko. Hún fyrir mér er hún form og litir og áferðir og bara því ég er að koma fram að þá og er að syngja, þá er ég alveg með nokkra rásir í gangi í einu sem er mjög visual. Annars vegar, sko, ljóðrennan, hún er öll bara svona eins og einhver kvikmynd til að muna textana. Og svo er svo er tónlistin, hún er öll í litum og formum og áferðum og þannig oft er þetta orðnar tölvört miklar upplýsingar sem eru í gangi því ég er að koma fram. Já. Og jáfnvel líka bara, og þegar ég er að hlusta á tónlist eða hugsa tónlist, þá er hún mjög visual fyrir mér. Og sumi vinir mínir hafa sagt sko að þeir myndu dreyma að geta tekið töflu og upplifa hvernig ég sé tónlist sko. Eða svona, já. En ertu ekki þreytt á eftir, þú veist? Jú, þetta reynir alveg á. Af því að þetta er svona, maður er svona allt opið, bara öll skynsviðin og tilfinningar og tengsla milli. Og undir meðutundin er bara alveg, það er alveg bara allt götótt á milli meðutundarinnar og undir meðutundarinnar þegar ég er að þessu, þannig þetta er svona svolítið, þetta tekur það á. Þannig að bæði ertu með svona formgerðir svolítið skýr og svo ertu líka með svo mikið flæði á milli og akkurat. Ófyrirsjáanleika og leifir ófyrirsjáanleika að vera einmitt inn í performancerum og þú ert ekki búin að ákveða eins og hvernig þannig að þú ert svona eins og möndla eins og sirkusmanneskja, þú ert einhvern veginn svona að jökla, búa til leið og þú ert að gera það svoleiðis. Já, svolítið. Fyrir mér er bara svona þetta að vera bara alveg í mómentinu, alveg ofsalega mikilvægt. En svo hef ég alveg líka þurft að aga mig stundum. Og það er en
ögnin felst ekkit, sko, ég til dæmis á ekkit rosalega gott með að æfa mig nema ég sé að æfa mig fyrir eitthvað sem ég sé fyrir mér og eitthvað sem ég hlakka til að gera. Það til dæmis mjög ólíkt, þú veist, eins og maðurinn minn, hann getur bara æft sig bara út í óendalega og það er bara ekkert mál fyrir hann. Það er bara eins og anda fyrir hann að spila og æfa sig. Ég er ólík, sko, að því leitinu og svo er ég líka ólík honum að því leiti að það er ofsalega prívat fyrir mig að semja. Þannig að það gerist svona iðulega bara í algjöru innrúmi. Þó maður treysti fólki náttúrulega bara alveg fullkomlega sem maður býr með og svona að það er innrúmið. En svo er það oft líka þá fæðast lögin, þau fæðast svolítið út úr samtölum. Ég vissum að þegar þú keyrir heim núna á eftir og þá eftir að sitja einhver lagstúfur eftir þetta samtal. Það var nú gaman að fá að heyra þann. Þannig að kannski erum við bara að vinna alveg rosalega góða vinnu þetta. En núna þegar þú ert búin að nefna það, þá getur við verið búin að skemma það eða hvað? Getur það ekki verið? Nei. Nei, ég er ekkert að jinxa það. Nei, ekkert að jinxa. Hvað er þetta jinxa? Veistu hvað orð Hvað þýðir? Nei, ég meina hvort er eitthvað íslenskt orð. Ég glem alltaf að tjekka því. Að jinxa? Já. Nei, ég hef alltaf slett þessu bara alveg blöðunarlaust. Fer maður heim og finnur út úr þessu. Kalla til hlustenda og áhorfenda að finna. Já, maður að kannski setja þetta inn í eitthvað af þessum grúpum. Að því að jinxa er held ég líka notað í sko þegar verið að spinna sko og halasnældu. Já. Þá er að jinxa líka þar. Það er þegar ég ætla ekki að veit ekki það. En sko já, þannig að lagstúfarnir verða svona og þetta er prívat, en samt eftir samræðu. Sko, mér hefur stundum fundist að svona þegar verið að tala um vinnurithma eða svoleiðis og svona ritual þetta var bara einhver svona kenning sem ég kom með sem er kannski bull sko að ritual svona vinnulag og vinnuritual kvenna sé oft miklu í óreglulegra munstri heldur en karlmanna, allavega þeirra listamanna sem ég þekki. Karlmenn eru meira með svona bara vinna frá 10 til 12 og fara svo í göngutúr eitthvað svoleiðis. Já, konur séu svona meira í flæðinu, en er það ekki bara því að það er meira að gera hjá þeim á þriðjuvaktinni? Jú, sko, það kannski kemur til af því, sko, upphaflega, já. Gæti verið. En þegar það er ekkit kannski að gera á þriðjuvaktina þá séu það líka svolítið svona, séu þeir að bíða eftir rétta mómentinu. Eitthvað svoleiðis, já. En þetta er nú bara, kenning. Já, mér finnst það mjög áhugaverð kenning. Dröga tilgátu. Já, þetta er náttúrulega líka, svo spilar náttúrulega ADHD inn í hjá mér líka. Því ég er með það á mjög bara svona, ég er bara með mjög kröftugt og fínt ADHD. Þannig að það er svona. En hvað með þetta bíð eftir ADHD er svona teknilegt sko, en hvað með þetta romantíska að bíð eftir andagiftinni eða einmitt grípa listagæsina, gullgæsina þegar hún flýgur yfir og svona, Ég trúi mjög mikið á það og þetta er mjög fyndið, ég fann bara daginn, þetta kemur bara einhvern veginn upp úr krafsinu, ég fann daginn og fann ég bréf sem faðir minn hafði skrifað móður minni þegar móður mín var á námskeið á Englandi í 3 vikur eða eitthvað svo leiðis og hann var einn heima með okkur, dæturnar og var að segja svona aðeins frá hvað við verum að gera og hvað við verum að segja og svona, bara handskrifa bréf og svolítið fallegt. Þetta er náttúrulega bara frá 90, eitthvað svo leiðis, bara fyrir tíma internetsins. Og þá segir hann sko að hann hafi spurt mig hvort ég vildi ekki skrifa móður minni bréf og ég hefði sagt nei, ég skrifa henni bréf þegar andinn blæs mér það í brjóst. Það var bara og ég held þetta sé alveg svona svolítið, ég sé svolítið þannig þú veist og núna er ég til dæmis búin að taka mér
mjög góða pásu, alveg bara sko útgáfu pásu, bara, já, þegar platan kemur út þá er þetta 11 ár sem ég er búin að bara, já, bara búin að taka mér bara break og já, að því að sennilega bara því ég þurfti bara hvíld og ég þurfti að sinna mér og sinna börnunum, sauma saman nýja tilveru með skúla og byggja upp mengi. Já, mengi, við getum kannski sagt þeim sem ekki vita, mengi er náttúrulega viðburða rými í Reykjavík, svona tónlistarsalur, upplestarsalur sem að þið stofnuðuð á skóla á Óðinsgötunni. Já, Óðinsgötu 2. Og það hefur nú breytt svolítið senun, það hefur lagt mikið til listasenunar í Reykjavík. Já, þetta er mikil útungunavél. Sko, þessi staður, hann er bara, það er stöðugt eitthvað að gerast þar sem að fer síðan á stærra svið seinna. Þannig að þú ert búin að vera raunverulega í þessu svona, sem við köllum móðurlega eða kvenlega svona að fóstra börnin, heimilið, sambandið og sem sagt listalífið einhvern veginn svona. Já, kannski að einhverju leyti, sko, ekki að ég vilji taka einhvern ómikinn heiður fyrir mengi, sko, þetta er náttúrulega bara fyrir okkur hjónin að þá er mengi bara þetta er okkar áhugamál og ástríða. Við bara við sinnum þessu, við höfum ekki neitt lifibrauð af því að þetta er hugsjóna starfsemi, en mér finnst allan, mér finnst mjög gaman og það er kannski svolítið gaman að segja frá því líka því við höfum bara hugsa svona ýmis hugðarefni og hvað maður getur verið random, að þá þá var ég sem að spottaði þannan stað, þessa fasteign á sínu tíma. Að því ég með svona einhvern mjög mikinn áhuga á fasteignum og hef verið með síðan ég var krakki, sko. Ég var bara 12-13 ára bara þegar þetta var ennþá bara í blöðunum. Þá var ég bara á kafi að leitað húsnæði þótt að það ætti enginn ekkert að gera með það og var enginn að fara að kaupa húsnæði eða þetta er bara svona og þetta var einhver svona eins og maður verið að máta sig aftur og aftur inn í nýjan raunveruleika eða ímynda sér raunveruleikan í öðru rými, hvort hann væri þá öðruvísi, eitthvað svona, sko. Og hvernig var þitt heimili svona? Var það gríðarstaður, þitt æskuheimili? Já, bara ég fekk bara mjög gott ástríkt uppeldi. En það var svona bara nóg að gera. Þannig að þetta verið ekki verið komið til að því að þið langaði til þess að finna eitthvað annars konar líf. Þetta er bara verið meðvitund að það skipti máli, sem sagt þetta físiska ramminn skipti máli fyrir sálina einhvern veginn eða þannig. Já, kannski að einhverju leyti eða kannski ef að á einhverjum tímabilum það er eitthvað verið erfitt, þú veist. Að þá einmitt er þetta kannski svona, það er þetta ákveðin svona, hvað ég að segja, disassociation, tækni. Ég mætti eftir að hafa verið í heimsókn hjá okkur öðrum, hjá vinum og svona fundist þeirra heimili vera svona ideal. Já, það var einu vinkonu mín sem ég átti sem að átti bjói í ofsalega fallegu hvítu timburhúsi og þau átti hund og stationbíl og þetta var svona mjög það var svona allt í rosalega miklum svona skorðum og alltaf rosalega mikil veljaðan inn á þessu heimili, sko. Og ég sá alltaf fyrir mér ég var alltaf að velta fyrir mér, sko, ég sá fyrir mér að ef við myndum flytja í þannig hús að þá myndi tilveran verða eins og í því húsi. Þetta var svona bestunarorða. Já. Og líka þá kannski eigna stationbíl, áttu stationbíl í dag eða? Veistu hvað, ég á stationbíl í dag. Vill svo til. Að vill svo til, bara mjög lítinn stationbíl.
En þú ert ekki hund? Nei, ég á ekki hund. En þú býrð í hvítuhúsi? Ég bý í hvítuhúsi. Jú, ég bý í raun og veru timburhúsi sem byggt ofan á steinhús. Af því að ég bý í íbúð sem sko, já, hún var byggð 96 ofan á stórt steinhús. En þitt heimili, finnst þér það vera svona líkara þínu æsku heimili eða þessu heimili vinkonunnar? Ég held að það sé bara alveg, það eigi bara sinn eigin lit, sko. Já. Og bara ótrúlega í samræmi við bara þá karaktera sem að búa á heimilinu. Það bara svona voðalega mikið við, finnst mér, okkar hús. Getur nokkuð lýst því svona eitthvað? Húsinu okkar? Já, ekki kannski húsinu sjálfu en svona heimilinu? Já, sko, það eru 40 sentimetrar, nei. Spennandi útvarpsefni. Nei, jú, það úrugrúð náttúrulega allt í hljóðfærum og þetta vinnustaður og heimili á sama tíma. Þannig að það kannski eina sem kannski svolítið leiðilegt að það erfitt að fá lítil börn í heimsókn af því að það svo mikið að verðmættum hljóðfærum út allt. En þetta svona mjög falleg risíbúð sem mjög mikið lofthæð þar sem hæst og svo erum við með svalir og útsýni, ásælega gott útsýni. Höfum til dæmis geta fylgst með öllum þessum eldgosum, geta séð þau úr Þingholtunum sem mér finnst mikið lukka. Og já, og stundum erum við bara 2 í heimili og stundum erum við 3 og stundum erum við 4. Þannig að þetta svona mjög mótalt. Og já, þetta svona, jú, það bara rosalega mikið af myndum á veggjónum, mikið af svona alls konar dóti sem hefur einhverja merkingu út allt. Og jú, og svo náttúrulega bara hljóðfærin. Og notaleg rými fyrir hvern og einn líka. Jú, það allir sitt afdrepp. Þau eru alls ekki stór afdreppin, sko. En aðalrýmið er svona rúmgott og flæðandi. Það sem rennur saman stofan og eldhúsið. Sérstaklega fallegt verði nú að segja. Já, og takk fyrir. Af því þetta samveru rými mitt svona, maður finnur það að þarna mikil áherslu lögð á einhvers konar samveru og svona skapandi samveru mitt með að grípa í hljóðfæri og svo leiðis. Já. Svona baðstofu fílingur. Mikill. En þegar þú ert að koma þér eftir 11 ár og fara aftur, ert hún í biðröðinni svona eins og flugvelli, svona flugvél, ert að fara að taka loft, að fljúa. Vonandi. Alltaf, já. Að þá má nokkuð segja að ég hef heyrt plötuna, nei. Jú, það máttu alveg segja. Já, það er ekkert eitthvað leyndarmál, já. Það er ekkert leyndarmál. Nei, en ég get þá bara mitt sagt að hún er alveg stórkostlega fallega plata. Takk fyrir. Þannig að þetta er aldrei mikil tillökkun að fá hana í heiminn og sko, já, hvernig býrðu þá utanum svona sjálfa þig ef þú ert að fara svona, þú veist, hvernig það físiska og andlega space, þú veist, þegar þú ert að fara svona að fljúga af stað inn í framan aftur eða hvað heitir þetta, ekki framin eða þú veist, þetta faglega, sko, þú veist, að vera listakona. Já, að vera listakona. Það er bara, mér finnst það bara dálítið scary eða svona, ég er ekkert eitthvað hrædd en mér finnst það samt svona, maður er bara já, það er liðin þessi tími, maður er eldri, maður er og svo sem er það veikleiki, er það styrkleiki, allir þessi hluti sem maður er að velta fyrir sér svona. En svo reyni ég að hugsa bara ekki eitthvað mikið það. Ég meina, ég er bara að gera þessa plötu, ég er bara að gefa hann út og ég er að fara að túra hana, þú veist, sem er allt hlutir sem ég hef gert áður og ætti bara að svona maður bara það besta. Þú ert að fara að ferðast þegar þú segir túra, þá ert að fara bara í langan heimsreisu eða svo leiðis. Já, eða bara svona nokkrar, já, það er hann alltaf eftir að koma í ljós núna því að strákur minn er orðinn 17 ára og ég veit ekki hvað þeir geta verið langa loturnar núna. Við höfum alveg eftir að máta það, ég og bassfæður minn
og allir sem eiga hluti máli. Þetta verður svona tilraun. Þetta verður tilraun, já. En þú ert svona frekar spennt fyrir því bara að Já, taka ég er upp ótrúlega þráðinn. spennt fyrir því og bara byrjuð að semja líka bara meðan ég er að bíða. Þá er ég bara byrjuð að semja efni á þar næstu plötu. Úr því að þetta er svona, að þú veist, úr því að hún er svona þessi biðröð, þá er kannski bara gott að reyna að tryggja sér. Þetta er svolítið Næsta lærdómur staði- að því fyrst að næsta pappið stað- biður að skrifa bréf og þú segir ég gera bara þegar andi kemur yfir mig. Að þetta er svolítið ólíkt líka þessu íslenska elementi bara að stökkva af stað þegar andin Já, grípa hljóðfærið og vera svo í þessu svona alþjóðlega kerfi þar sem hún þarf bara einmitt að bíða eftir einhverju dagatali, þú veist, og bíða einmitt jafnvel í nokkra mánuði. Það lítur nú að reyna svolítið á þig. jú, þetta er ekki listamanna vænt, myndi ég segja, sko. En svo verður maður líka, það er einhver ástæði fyrir, þú veist, að þetta er svona og maður verður bara að láta bara nýta sér það bara sem best. Eins og til dæmis er ég núna að fekk smá styrk til að búa til svona myndbandsefni og svo listótari. Þannig að ég er bara svona að reyna að vinna í hæginn, af því að svo náttúrulega þetta líka, þú þarft að generita svo ofsalega mikið af efni í dag. Það er sjálfskynningin sem er sko sterkasta tólið. Já, hvað þýðir það generita efni? Bara fóðra þetta samfélagsmiðla skrýmsli, sko, þú veist, að geta vera með nóg af myndum og litlum vídeóum og litlum hlutum og það er ekkit fyrir alla og ég held að það til dæmis, þú veist, hafa aldrei einhvern veginn, þó ég sé extrovert að mörgu leiti, þá er ég líka mjög prívat, sko. Þannig að það er ekkit eitthvað svona, mér er ekki fyndist að eitthvað, mér er alltaf upplegað meira sem eitthvað svona sem ég þarf að gera heldur en eitthvað sem að mér langar að gera. En þegar á hólmennu komið, þá finnst mér alveg gaman að gera það. Já. Og gott bara að hafa einhver dramma líka, af því að þú getur verið bara ein að skipuleggja þína ferð og svo leiðis. Já. En það er kannski gott að hafa einhvern þá sem að er líka með dagatalið hjá sér og Já, og líka bara mikil svirði að vera hjá alþjóðlegu plötufyrirtæki, en þess að sko, minn markaður hefur alltaf verið úti en ekki hérna heima. Þannig að ég var náttúrulega svolítið að hlusta á það. Þó að platan sé nú reyndar öll á íslensku, þetta sinni, sem er gaman. Og þú hefur alveg mátt það? Já, auðvitað. Og margir líka, sko, erlendis sem að, brugðust ókvæða við því ég fór að syngja á ensku, því þeim fannst bara miklu fallegra að hlusta á þetta dularfulla tungumál sem ég skildi ekkert í. Og ert í samskiptum við svona annað tónlistafólk svona mikið? Já, ég á marga vini sem eru tónlistamenn en svo hef ég reyndar ég alltaf líka heillast svona í vinalugu sambandi, þá hef ég heillast mjög mikið að rithöndum og svo myndlistafólki líka og það var alveg bara mjög áberandi bara strax bara bara því ég var í listaháskólanum að þá var ég var aldrei með tónlistakrökkunum eða ég var ekki að hanga með þeim ég var svona meira að hanga með myndlistakrökkunum. En kannski líka út af því eins og þín skynjun á tónlist svolítið fer á milli, þú veist, dansar á milli, já, akkurat. Þannig að þú dansar á milli sjálf. Já. Og finnst nú gaman að dansa, ekki? Elska að dansa. Alveg reyndi. En hvernig sko þegar þú varst í menntaskóla og barnaskóla, segi menntaskóla og þú byrjaði að syngja þegar þú varst lítil svona fyrir gesti og þannig og fannst einhvern styrk í því og gleði í söngnum. Þetta er ekkert í hug, var það bara alltaf hjá þér að þú ætlaði að vera tónlistakona? Var engir svona aðri draumar sem að? Jú, alls konar. Mér langaði að verða leikkona og svo langaði mig að verða málvísindakona og hvað fleira. Já, ég ætlaði alltaf að verða læknir þegar ég var barn. Sá það alltaf fyrir mér. Ég var bara alltaf að reka bara spítala með dúkkum, sko. Það var
aðalmálið sko. Sjúkrahús í Svartaskógi, uppáhalds þátturinn. En svo bara kom þessi ákvörðun einhvern veginn, eða ekki Já. ákvörðun, þú bara þvældist inn í þetta. Var það ekki á menntaskóla árunum sem þú byrjaðir að vera í öllum þessum hljómsveitum? Jú. Ég reyndar bara í grunnskóla sko, þá byrjaði ég í þessari unglingahljómsveit þarna. Það var rosa gaman. Mjög mikið stuð. Og lærdómsríkt. Og sá kannski svona unglinga andi kemur kannski ekki aftur eða hvað, gengur inn í hann þegar þú ferð svona núna að túra, er það þá svolítið, er það kunnulegt space fyrir þig sko? Já, þetta er ákveðin lífstíl að vera bara on the road, eins og maður segir. Ég kann ekki að segja það öðruvísi. Og ég fíla það alveg svakalega vel að vera bara að ferðast og spila. Mér finnst það einhvern veginn miklu einfaldri tilvera heldur en að halda heimili eða eitthvað svona. Þú veist, það er svona það sem er svolítið svona séð allt en maður þarf bara að koma sér á milli og spila og koma fram og það passa mér mjög vel sko, það hentar mér þó það sé slítandi líka. Þannig að þú gætir svona sé fyrir þér hvað ef sögu, ef þú hefðir ákveða bara vera bara í því sko. Já, ég hefði ekkert ráðið við það, ég þurfti hvíld. Já, því það er svona menn brenna upp eða hvað er það? Brenna kerti í báða enda eða svona, já, það er svona, það er mismunandi eftir fólki líka, hvernig því tekst að balansera sig og hvernig það fer með sig líka bara. Og þannig að það eru svona, sumir ná að bara geta túrað bara út í eitt og finna ekkert fyrir því en aðrir eru viðkomari. Og er það þannig að þú sko, þetta er svona að þú gefur allt svona af þér að þannig á tónleikunum? Já. Og færðir náttúrulega, er það ekki mikið tilbaka eða svoleiðis, þetta er einhver hringrás líklega? Jú. En og svo maður að stilla orkuna sko, maður má ekki, maður þarf að vera í essinu sínu akkurat á þessum tímapunkti sem maður kemur fram. Þannig maður er kannski svona, já, byrju lestin kemur inn annað klukkan þetta, kannski næ ég að leggja mig aðeins og borða og þá næ ég að vera í stuði þarna klukkan 9. Svo maður kannski líka svolítið tíma að ná sér niður eftir tónleika, að ég upplifði það. Að það er svona erfitt að fara bara beint heim að sofa. Þannig að, já. Þannig að það er kannski einhver leiti gott bara líka að koma heim til Íslands, farin og heimili sitt og svona, eins og hann Héðinn Unnsteinsson talaði að fara inn í punktinn, hann var útskýrað fyrir mér, það er einhvern veginn svona, virtist líka vera þannig að bara ég vil að fara heim á milli sko, ef þú ert að fara í sund og svo í vinnuna eitthvað svoleiðis að fyrir suma skipti það máli að fara inn í punktinn sko, og mismundi hvað punkturinn er væntanlega sko, sum dugir kannski bara að fara inn í einhvern svona andlegan punkt, en hann var að lýsa að það væri oft mikilvægt að fara inn í svona fysiskan punkt svona sem væri heimilið ég vel. Ég held að þetta hafi aukist hjá mér sko þörfin fyrir það eftir því sem ég verð eldri, að þá þarf ég meira að ég halda að vera heima. Að því ég upplifði sko, ég man meira sér eftir því þegar ég var að túra með múm í gamla dag og einhvern tíma var einhver túrin búinn og túrrútan var að keyra í burtu. Túrrútan sem ég var búin að búa í mánuð. Og ég fann fyrir sko heimþrártilfinningu því ég horfði á eftir heimilinu keyra í burtu. Það var mjög merkileg tilfinning að það væri orðið manni svo eðlislegt að búa í einhverju koju, í einhverju rútu, að maður fyndi fyrir saknaðartilfinningu þegar hún keyrði í burtu. Það er líka þetta, er það ekki svona sem sumir lýsa þetta
merkilega, ekki vera bara á túr eins og einn heldur þetta að þú ert að, eins og maður sá fyrir sér svona rómantískt þegar var að vera að tala um sirkusinn, þú veist að fara á milli og svo er tjaldið sett niður og svo bara búið til eitthvað stórkostlegt svona sem er alveg á nippinu kannski að ganga upp, já, og allir einhvern veginn verða að leggja sig fram og allir skipta máli, þú veist, í því. Að það sé svona eins og hálfgert bara ávanabindandi, þú veist. Já, það er spennandi. Láta allt ganga upp. En svo bara fer allt í hérna að breytast að þú ert bara ánað rútan sjá á eftir rútunni og já. Bara heim með töskuna. Já. Ekki segja það bara. Það verður nú spennandi að vita hvernig verður í turnum sem að verður á næsta ári, er það ekki þá? Já. Jú, allir fær nokkað túraráði fyrir í janúar, februar. Þannig. En hvernig finnst þér Ísland núna? Svona íslenska listalífið? Þú veist þetta svona, þú veist, við erum náttúrulega öðrum aldri, þannig að við það kannski erfitt að bera það saman, sko. Mér finnst bara að vera ótrúlega mikil gróska og mér finnst ótrúlega gaman að sjá hvað eru margir flottir, sko, ungir tónlistumenn að stíga fram og prófa alls konar hluti og ögra alls konar hlutum og maður er svona næra að fylgjast aðeins með því í gegnum þessa mengistarfsemi. Þó ég mætti náttúrulega vera miklu duglegri að mæta á tónleika, sko. En hérna, jú, mér finnst bara, mér þykir ótrúlega vænt bara senuna hérna heima og bara þykir vænt þetta þorp. Og mér finnst mjög fallegt hvað allir eru duglegir að styðja hvern annan. Og hérna, alltaf verið að redda öllu, já, vantar þetta, já, þú hringdi í þennan, hann þekkir þennan sem getur reddað þessu og það er ekki svona, ég held að þetta sé örugglega miklu kaldranalegra í stærri borgum, sko. Og kannski öðrum geirum, það er ekki eins mikil svona samhjálp eins og hjá rithöfundum eða, ég veit ekki með myndlistafólk, en ég held að tónlistarheimurinn er svolítið sérstakur. Já, hann er það. En hvernig með svona núna rétt undir lok viðtalsins að fara út í, ef við afgreiðum 2 stór mál, það er annars vegar ástin og hins vegar sorgin. Já. Svona við ætlum aðeins að stökkva Já, við ætlum aðeins að grípa. Já, myndirðu segja að hérna svona sem listakona Já. Að þá náur einhvern veginn að eða þá nýtur þér, þú veist, erfiðleika sem að þú upplifir. Já. Að þú notir á einhvern hátt listina til þess að þú sagðist vilja vera læknir, maður upplifir það svolítið í þinni tónlist að þú ert, þetta er einhvern veginn læknandi melodíur og held ég og mörgum finnst svona mörguleiti heilandi að hlusta á þar, sko. Já, náttúrulega fyrsta plata mín, hún var bara algjör sorgar úrvinnsla. Eftir að hafa mist pappa og hérna og já, ég held að og eins og til dæmis þessi sem ég er að gera núna þar er ég svona að hérna ég er mjög mikið að heila mig í gegnum þessa nýju plötu bara heila mig eftir að hafa áttið smá svona þunglindi að stríða en hérna ég held að hérna jú, mér finnst tónlistin vera bara magnað verkfæri til þess að heila og hérna græða sár alveg svo ástin er líka og ástin kemur inn í tónlistina þá líklega líka einhvers konar ástarjátning. Hún er mjög mikil inspirasjón fyrir mig líka, ástin og ást í mist hvort hún sé endurgoldin eða ekki eða alls konar hérna já, svona ég hef gert mörg svona ástaljóð sem eru svona love lament það sem eru svona verið að sjá eftir kannski einhverju ást en svo er þetta bara mjög fallegt sko, einhvern veginn ef ég horfi á
hvernig allt er svona búið að raðast upp í mínu lífi, sko. Og þá finnst mér ég vera komin á svo fullkominn stað núna, sko, einhvern veginn nýgift og í svo hamingjusömu sambandi. En samt tónlistin, það að segja, samt þarftu að skapa tónlist. Það ekki þannig að þegar þú ert orðin gift og hamingjusömu sambandi að þá kom engin tónlist lengur. Það ekki, sorgin og ástin, sko, ekki það mikil andagift. Eða þú veist, góða ástin líka andagift. Já, einmitt, blissið. Blissið? Blissið, já. Já, algjörlega. Ekki sumir listamenn sem eru svona mest í ástarsorginni, sko. Það eru sumir sem eru svolítið fastir þar, svona. En mér finnst mjög gaman að yrkja bara um ástina, sko. Þegar hún er sem best. Og alltaf inn í ástinni eru þetta alltaf pínu. Já, og alls konar tilfinningar og alls konar skuggar inn í ástinni og alls konar hættur og hættur og tækifæri. Svo ertu líka svolítið svona stríðnispúki og hlátur, hvað að segja? Belgur. Hlátur skjóða. Já. Sem að maður finnur það nú líka í tónlistinni, svona einhvers konar leikgleði. Já, hún verður að vera þarna líka. Verður að vera einhver húmor. En þú ert ekkert svona að taka þig of hátíðlega? Nei, ég ger það ekki. Ég lærði það snemma að það gagnaðist mér ekki. En kannski þarf þetta að fara í hináttuna stundum og taka þig... Taka mig alvarlega. Já, taka þig alvarlega? Já, ég þarf alveg að muna það líka. Ég þarf að minna mig á það, að taka mig alvarlega. Og eftir svona þunglindi skeið þá kannski þarf að hafa fyrir svona rétt úr þér og muna að þú ert listakona og Jú, auðvitað. Maður er bara, en svo held ég að það sé líka, þú veist, ég sé ekki eftir tímanum sem að ég var þunglind, en þess að ég var alveg að læra eitthvað. Veit ekki nákvæmlega, það er mjög erfitt að segja það nákvæmlega hvað það er, en ég veit hvað það er. Og mér er líka dýrmætt að geta sett mig í spor annars fólk sem að hefur upplifað eitthvað annað eins. Þannig að það er svona, þetta er bara eins og hver önnu veikindi. Mér fannst allavega þegar ég fekk að hlusta á demo eða hvað kallast það, svona uppkast að lögunum þínum nýju. Já. Að þá fekk ég svona mjög sterkt á tilfinningunni einmitt að þú hefðir lært eitthvað. Það er eitthvað svona nýtt, það er einhver svona viska komin, það er einhver viska í tónlistinni. Já, ég upplifi það líka. Sem maður getur ekki festað á fingur hvaða nákvæmlega skilaboð eða viska það er. Nei, einmitt. Maður er allavega vonandi að verða eitthvað vituri með árunum. En líka pínu vitlaus alltaf, er það svona? Já. Nei, ég meina halda líka vitleysingurum, er það ekki? Já, það er mjög mikilvægt. Fyrir listafólk þarf ekki alltaf að vera vitleysingur líka? Maður verður að fá að vera vitleysingur líka. Annars er bara ekkert gaman. Þannig að þið farið þarna mörg í að túra, þú vitrakonan, völvan og vitleysingurinn og... Já, við allar ætlum að skella okkur. Og Ólsi, sem er hlut af mínum karakter líka. Ég kölluð Ólsi af fjölskyldinni. Hver er það? Það er svo sterkur í mig kallinn, sko. Hvernig kemur hann svona fram? Hann er svona, vill mikið vera að gera og græja og stússa og finnst ekki gaman að vaska upp. Nei, en er hann þá í fastegna bransanum þá? Hann er alltaf í fastegna bransanum og og ýmsum svona draumórum líka, svona kallægum draumórum. Stærri station bíla eða? Kannski stærri station bíl, jú, ég viðurkenni, mér langar í það. Sem mér vantar ekki neitt, sko.
En sem listakona þá náttúrulega ertu með, er það ekki, þá er maður með þessar raddir, ólíku raddir í sjálfum sér sem að maður er að búa til einhvers konar plattform fyrir eða... Já. Búa þeim umræðu, búa til eitthvað pallborð inn í sér. Þannig að þér leiðist ekkert svona Nei. á síðkvöldum? Nei, ég er eiginlega mjög léleg í því að láta mig leiðast. Þyrfti eiginlega að vera bara betri í því. Finnur einhverja laglínu, heldur að koma einhver laglína út úr spjallinu? Út úr spjallinu í dag? Já, þú getur ekki sagt það kannski fyrir bara Nei, ég bílferðina eftir. geta á leiðinni heim. Ég geta ekki alveg svona í mikrofónu. Nei, ég er ekki að biðja að syngja hana núna. Já, nei, ég held þú meinti það, sko. Nei, já, kom svona smá kall freki upp í mér, sko. Mér langaði til að planta bara ít að taka. Já. Af því að söngurinn er nú svona, hann kemur lipurlega, þú veist. Jú, það er þarna, það er stef að fæðast, sko. Já. Það er sko Nú er falleg. Já, þetta er eitthvað. Takk þetta er að koma. Þóttu við séum svona eldsnemma. Já, svona maður eitthvað hress. Ég var að segja þetta gott í spjallinu í bili Ég held það. og leyfa bara laglínunum að sitla í gegnum útvarp og sjónvarp áfram. Já, nákvæmlega. Ólöf Arnalds söngvarskáld, tónlistakona, listakona. Ég get nú alveg talið upp ýmsa titla í viðbútt. Fasteigna mógull. Fasteigna mógull og viðburða, kona. Kæra þakki fyrir að koma í helgispjall sem er svona óvísuferð, lestarferð við Rauðaborðið og góða ferð sko í túrin. Takk fyrir. Hlakka alveg rosalega til að fá plötuna. Já, ég býð spennt. Það verður gaman. Já. Takk fyrir að koma og tala og ég þakka áhorfendum og hlustendum fyrir að vera með okkur í spjallinu, vera með okkur í þessu ferðalagi og þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að vera líka með okkur hérna og varpa þessu yfir til ykkar og ég vil minna á að við Rauðaborðið heldur samræðan áfram helgina. Synir Egils eru með puttan á púlsinum á morgun og svo byrjum við að ræða heiminn og samfélagið og samhengið og okkur sjálf hérna við Rauðaborðið strax á mánudaginn. En ég þakka fyrir mig, ég heiti Oddný Eir og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.